6 ára samningur stjórnun mjólkurframleiðslunnar var undirritaður miðjan ágúst. Samkvæmt samningnum áttu ríkisútgjöld að lækka 750 milljónir króna. Í stað niðurgreiðsla mjólkur á heildsölustigi skyldu teknar upp beinar greiðslur til bænda. Í október heimilaði landbúnaðarráðuneytið Kára Þorgrímssyni bónda í Garði í Mývatnssveit haftalausa framleiðslu sauðfjárafurða að því tilskildu að hann afsalaði sér greiðslum frá ríkinu. Fyrir mér það mest virði að vera laus við þrálát og hvimleið afskipti ríkisvalds og bændasamtaka af mínum búskaparháttum. Kári seldi hluta af framleiðslu sinni í Kolaportinu í Reykjavík og fékk góðar viðtökur. En formaður stéttasambands bænda fagnaði þessu ekki. Ég tel að þarna sé verið að fara svona minnstakosti hálfa öld aftur í tímann. Við sjáum þá þeir sem hafa ferðast að í ríkjum svona eins og Albaníu og þar eru bændur að reyna að selja milliliðalaust á torgum og ýmsum gangstéttum og víða.